Komið sæl, ég ætla að fara aðeins yfir hvernig er þetta að stofna klúbb eða hóp á chess.com og búa svo til mót fyrir þann hóp. Ég er komin hérna á aðalsíðuna á chess.com og búinn að skrá mig inn. Við þurfum auðvitað að nota þetta nafn og lykilorð til að komast þangað inn. Þegar við erum komin inn á vefsíðuna þá er valmöguleiki hérna til vinstri þar sem ég getur valið ýmislegt og ég ætla að byrja á því að fara hérna í Connect og fara í Clubs. Og þar get ég séð alla klúbbana eða hópana sem ég er í nú þegar. Ég er í mörgum hópum eins og þið sjáið. Ef ég fer hérna hægra megin og vel möguleika þess að stendur Create Club, þá get ég búið til nýjan hóp. Þetta getur verið hópur utan tafélagið mitt eða skólan minn eða vinahópur minn eða hvað sem er. Ég get að láta hann heita hvað sem er og ég get boðið hverjum sem er í hópinn. Þegar ég er búinn að velja alla valmöguleikana þá get ég Create hérna neðst og svo þegar hópurinn verður til þá birtist hann hérna og ef ég fer inn í einhvern hóp sem ég er í akkurat núna, eins til dæmis Skáksamband Íslands, þá get ég boðið fólki í hópinn með að fara í Members, hérna hægra megin og hérna sjáum við alla sem er í hópnum og ég get síðan gert Invite Members, boðið nýjum í hópinn og þannig fjölgað í hópnum. Ef ég ætla að búa síðan til mót fyrir hópinn minn, þá eru eiginlega tveir möguleikar. Ég get annarkvort farið inn í hópinn, hérna ég vel hópinn, fer inn í hann eins og ég er í og vel síðan Live Tournament eða ég fer hérna vinstra megin í Play og Live Chess, bara eins og ég væri að fara að tefla venjulega og fer hérna hægra megin og nú ætla ég aðeins að færa hausinn á mér í burtu þannig ég sé ekki fyrir. Ég fer hérna hægra megin í Tournament, hérna uppi og vel síðan möguleika þess að stendur hérna plusinn Club Tournament. Og ef ég íti á það, þá fæ ég svona valmöguleika upp þar sem ég get búið til mót. Fyrsta sem ég þarf að velja þarna efst er hvernig tegund af móti er þetta, annarkvort Swiss Tournament eða Arena Tournament. Þetta Arena er mjög vinsælt, þá velur maður hversu lengi mótið stendur yfir, til dæmis 60 mínútur eða eitthvað líka. Og síðan velur maður tímamörkin, kannski 3+2 eða 5+3 eða hvað sem er. Og svo þegar að þátttakendur í mótinu skrá sig inn í mótið, þá byrja þeir að tefla og það er keppni í rauninni hver vinnur flesta skákir í röð í rauninni, það eru flest stigin fyrir það. Kosturinn við þetta er að það er mjög afmarkað hvað mótið er langt, það er að segja að þetta verður ein kennslustund til dæmis, þá er hægt að festa niður hvað mótið er langt. Og það verður aðeins meira fjör í þessum mótum af því að keppnin er auðvitað að vinna eins marga skákir eins hratt og hægt er. Og það þarf aldrei neitt að bíða neitt af því að maður teflir bara endalaust og maður getur teflt oftar en einu sinni við sama andstæðinginn. Ef við veljum Swiss, þá er það svona hefðbundið mót. Þá velur maður fastan umferðarfjölda og maður teflir aldrei við sama andstæðinginn oftar en einu sinni og maður fær til skiptis hvítt og svart. Bara þetta hefðbundið mót eins og við þekkjum. Við myndum velja nafnið á mótinu, köllum það hvað sem er. Ég vel síðan hópinn sem að mótið tilheyrir. Þið sjáu alla hópana sem að ég er í. Þið sjáu það nú ekki á skjánum hjá ykkur, en hérna myndi ég velja þann hóp sem þetta passa við. Og hérna er ég búinn að velja Team Iceland ef það passa við það. Game Type, ég ætla síðan að velja bara standard, það er venjulega skákir. Time Control, ég get breytt í hvað sem er, ég ætla að velja bara hérna 3+2. Start Date, hvernig byrja mótið, ég vel bara dagsetninguna. Segjum bara að það sé á morgun. Ég get valið hvaða dagsetningu sem er. Og svo vil ég tíman sem mótið byrjar á klukkan hvað, mjög einfalt. Umferðarfjöldin, segjum að það sé bara 7 umferðir og síðan get ég stjórnað í hvað keppendur þurfa að vera margir, það er algjör óþarfi að vera að pæla mikið í því eða hversu stigaháir þeir eru. En þegar þetta er allt komið þá gerum við bara Create og þegar við erum búin að því þá birtist mótið hérna í listanum og hér sjáum við þau mót sem ég hef aðgang að akkurat núna sem ég get tekið þátt í og leið ég farin inn í mótið, ef ég segjum til dæmis ég farin í þetta mót hér, þá byrjar þetta mót eftir 28 klukkstundir og þegar mótið fyrir að byrja þá verður þessi join takki hérna appelsínugulur og ég þarf ekki að gera neitt nema bara að smella á hann og þá er ég komin inn í mótið. Ef þið viljið auglýsa mótið, senda til dæmis tölvupóst eða setja inn á Facebook síðu eða eitthvað þannig tengila mótið, þá er mjög sniðugt að velja hérna uppi þar sem stendur Share, íta á það og þá er tengillinn komin inn á, það er búið að kópira hann eða afrita hann og þið getur bara paste á honum eða deilt honum inn í tölvupóst eða hvað sem er og senda hann áfram. Þannig að þeir sem að fá póstin þurfa ekki að gera hann en að smella á tengilinn
og þá eru þið komnir inn í mótið. Þannig að svona ættu þið að geta búið til hóp og mót á chess.com. Gangi ykkur sem allra best. Bless, bless.